Heyrðu, það vakti náttúrulega athygli þegar að Kaupfélag Skagfirðinga keypti Kjarnafæði Norðlenska og þau kaup hefðu svona undir eðlilegum kringumstæðum átt að fara til Samkeppniseftirlitsins en gerði það ekki vegna þess að Alþingi samþykkti lög sem að þannig að afurðastöðvarnar eru undanþegnar samkeppnislögum. Þetta var alls konar umræða í samfélaginu en það sem athygli okkar hérna við rauðaborði var eiginlega pistill sem að Ágústa Ágústsdóttir mælti fram og hún hingað komin. Hvað er að segja, ekki ferðaþjónustubóndi, þú rekur ferðaþjónustu við Ásbyrgi á Meiðavöllum. Og svona bóndi með annan fótinn alltaf í. Já, og hefur verið bóndi. Já, hefur verið bóndi. Það er svo bóndi með skepnur. Já. Herðu, þetta var merkilegur pistill þjóður, það sem Svo mæltir fram í myndavélina. Takk fyrir það. Svona lýsingu. Það sem að einkenndi þetta var svona svolítið svona hugmyndum það að sjónarmið bænda hefðu ekki átt upp á pallborðið, að þeir væru svona hægt og bítandi verið að ýta þeim í verri stöðu og meðan að samfélagi verið að tala eitthvað reiðina býsnum hitt og þetta án þess að gera neitt til þess að tryggja það að hér væri öflugur búskapur og eftir svona verðt að verða bóndi. Það ekki? Jú, það er nefnilega langt hrörlunarskeið. Það er bara búið að vera það og það er svo sem má eiginlega kannski segja að það sé búin að vera þessi óbóðslega vinstri sveifla, segi ég. Auðvitað svo sem það eru alls konar skoðanir og menn mega að vera sammála og ósammála. En það er nauðsynlegt að hafa rödd og maður megi koma sínum skoðunum á framfæri. Og ég hef bara reynt að gera það og tala bara svolítið íslensku. Og svo mega menn vera ósammála mér, það er bara góðlagi. En það er kannski þessi vinstri sveifla sem að hefur líka talað sauðkindina niður og maður hefur bara fundið þetta frá því að maður var krakki og alla tíð hvernig mér hefur fundist þó að almennt Íslendingar standi með bændum sem slíkum og að samt sem áður einhvern veginn eins og bændur séu álitnir einhver afgangsstærð eða virðingin fyrir þeim sem eru að framleiða matinn okkar, einhvern heilnæmasta og besta mat sem við höfum völ á, skuli ekki vera meira en hún er. Og sauðkindin hefur verið töl niður sérstaklega í þessari vinstri sveiflu þegar að þetta offors í loftslagsmálum og kolefnisfótsporum og allt það. Við Íslendingar erum nefnilega frekar þekkt fyrir það að taka allt með trukki. Að það er svona rokið af stað og alltaf að vera best og mest hér og sem að ég vil nú frekar meina sé nú kannski svona arfleið að hverju svona minnumáttakend frá því við vorum undir Dönum og Noregskonungi. Og hætti til að belgja okkur út. Það er bara svolítið þannig og við verðum bara líka að þóra að horfa í eigin barm án þess að maður sé neitt að tala illa um Íslendinga. Íslendingar eru náttúrulega alveg stórkostleg þjóð. Við erum 400.000 á lítilli eyju sem er samt sem áður gríðarstór í öðru samhengi, gríðarlega náttúruauðlindir og mér er alltaf eftirminnilegt blaðaskrif eins, ég man ekki hver það var, en það var svo stórkostleg lýsing á því hvernig við upplifum Ísland versus ferðamannin. Að hann sagðist hafa farið í heitapottin eitthvað tíman og heitapotturinn fylltist af Þjóðverjum og þar byrjuðu þeir alveg bara, þetta er alveg stórkostlegt, það er bara netsamband út allt og bara spítalar allstaðar og bara vegirnir hér malbikaðir og hann sagðist blaðamaðurinn hafa bara svolítið stækkað í heitapottunum og það eiginlega stoltur og svo bara kláraði samtalið og Þjóðverjarnir fóru og Íslendingar komu svo í pottuna eftir og þá var strax byrjað helvítis heilbrigðiskerfið, vegirnir handónýtir, allt ómögulegt.
En þetta kannski liður í því, þessi veldur því að við höfum samt verið, kannski vegna þessa, við höfum verið ótrúlega ötulega dugleg að koma okkur áfram. Þjóðverðinni sáu hvað var búið að gera en við sáum hvað var eftir að gera. Já, það kannski... Eða sem þú talar heilbrigðiskerfið, að það nú víða út á landið sem tilfinningur í því að heilbrigðiskerfið hrörni. Já, það einmitt akkurat þetta sem búið að vera að gerast. Það sé við sem ekki á leiðinni fram heldur aftur. Já, og samþjöppunin orðin hér algjörlega bara fyrir sunnan að það búin að vera þessi sorglega þróun, þessi borgríki stefna hreinlega að hér á suðvestur horni landsins býr orðið 85-90% af öllum landsmönnum. En þetta náttúrulega afleiðing af hafa byrjað að tala byggðastefnu svona 1970 eða eitthvað sliðs. Þeir flokkar sem hafa rekið þá byggðastefnu hafa verið Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn. Þeir flokkar sem hafa haft yfirburðar fylgi í öllum landsbyggðarkjördæmunum eru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn. Þeir flokkar sem hafa verið ráðandi í sveitastjórnum í hinum dreifðari byggðum eru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn. En akkur þetta tala að ógnir sé að vinstri, mér sýtti að vera bara verið í höndunum hægri manna, ég meina þeir hafa farið með landbúnaðarráðuneytið, ég nenni nú varla að fletta því upp sko, ég held að reyndar einstakar sem dottið inn alþýðubandalagsmaður, Steingrímur J. Sigfússon, 1988, annars hefur nú bara verið annarkot framsóknarmaður eða sjálfstæðismaður í landbúnaðarráðuneytinu, þá til núna, VG, með alþýðubandalagið. Já. Það alveg rétt, enda ég meira að tala um þessa vinstri sveiflu í tengslum við, og bara, í stjórnmálunum líka. Og flokkarnir færist til vinstri. Þú ert einn af þeim sem upplifir að Sjálfstæðisflokkurinn sé á ferð til vinstri. Ég held að sé ekki hægt að greina eiginlega hvor hvað í ríkisstjórnin í dag. Það bara, þetta svona svolítið eins og kamiljónið, menn breyta litum bara svona eftir því sem hendar. Við vinstra megin sjáum VG á hraðaleið til hægri, sjáum Samfylkinguna á hraðaleið til hægri, en þú þar í stjórnmálunum að þú séð hægri flokkarna á hraðaleið til vinstri. Já, bæði. Ég ekki, öfgar fyrir mér eru algjörlega af hinu allra versta, hvort sem þeir eru til hægri eða vinstri. Og við sjáum nú bara með hægri pólitíkinni sambandi við orkumálin núna. Þetta tengist allt. Ég held til dæmis að ef við tölum um orkumál og loftlags, það vantar algjörlega að aðgreina þessa umræðu. Það breytingar á bara veðurfari og loftslagi og náttúru og svo sóðaskapur mannsins. Það getur enginn deilt um það deilir enginn um það að mannskepnan sóði. En ef við horfum á jarðsöguna að maðurinn bara rykkorn á rassi jarðar í sögulegu samhengi og jörðin búin að fara í gegnum 5 gereyðingar á lífi, alltaf finnur lífið leið og við svolítið högum okkur eins og við séum hérna einhverjar eilíðarvélar sem að höfum áhrif á. Gereyðing náttúrulega svo stórt mál að maður getur ekki sagt þetta nú gerst áður, maður getur ekki stemt að gereyðingu bara að því að það hefur gerst áður. Nei, þetta ekki svona svart og hvítt, en það verður að taka þetta með inn í umræðina. En förum aftur að sauðkindinni. Þú segir að hún hafi verið tölum niður. Það líklega út af landeyðingu, ofbeit. Það er óumdeilt að hún hefur verið, að það var lengst það voru bara 400.000 fjár eitthvað slags, þangað til upp úr miðri 19. öld að þá fjölgaði upp í 800 og 900 og sló næstu upp í 1.000.000 og síðan við fækkað aftur og komin aftur niður í 400.000 eða cirka, eins og var hér lengst af. Þannig að þessi seinni tíma eyðing á afréttum út af þegar sauðfé var sem mest, að það ekki það deilt að sauðfé hafði slæm áhrif á heiðar. Nei. Ekki síst þarna fyrir sunnan þar sem þú býr. Það ekki, í Hólafjöllum og þar. Fyrir sunnan? Já, það er þar. Er það fyrir norðan þar sem þú býr? Ég býr náttúrulega við Ásbyrgi. Já, en ef maður fer suður þá fer maður á heiðar sem maður voru illa farnar? Já, ég meina hálend, það hefur engin bóndi, það neitar því engin að það var hér
mikil ofbeit. Kringum milli 80 og 90, það kringum 86, þá fór þetta snúast við. En þá var ofbeitin náttúrulega rosalega. Þá voru líka alltaf þeirri tímar, það var minni fjölbreytni í mat, þannig að það var allt annað. Síðan þá hefur bara alveg gríðarlega mikið gerst. Bæði hefur sauðfé fækkað, bændur hafa verið gríðarlega öflugir í uppgræðslu og hafa oft á tíðum og voru frumkvöðlar í því og hafa svo tekið höndu saman við landgræðsluna og kannski fyrst og fremst bara fækkaði fénu, þannig að vandinn eiginlega bara minnkaði, meðal annars út af minni eftirspurn. Já, en það virðist ekki hafa haft áhrif á þessa vinstri sveiflu eins og ég kalla, því að það hér bara í tengslu við einmitt bara þegar hálendisþjóðgarðurinn fór sem hæst, sem ég barðist mjög mikið á móti, að þar var þetta notað mikið, grimmt. Við skulum bara átta okkur á því að þó að hafi verið mikil ofbeit hér og sauðkindin olli sínum skemmdum á sínum tíma, þá búum við líka við náttúruöfl sem hafa mótað hér hálendið og sandana og það í gegnum árhundruðin og aldir. Og það mér líka minnistætt að Landvernd til dæmis var með auglýsingaherferð í tengslum við hálendisþjóðgarð, en það sem var alltaf slegið upp þessu slagorði björgum Íslandi, björgum hálendinu. Landi fík og burt. Já, en þú veist, bjargaði frá hverju? Einhverju sem að var einu sinni. Sauðfénu hafði löngu minnkað, það var búið að sýna fram á að gróðurfar var búið að auka skríðarlega og var í mikilli framför síðustu 20 ára og mér er alltaf minnistætt að Landvernd notaði Hattfell á Emstru svæðinu meðal annars og með þessu slagorði björgum Íslandi og þessu var dreift á Facebook og þar var meðal annars kommentað að já, þetta er alveg Hattfell þetta er gríðarlega fallegt svæði. Hattfell það er svona gróið eiginlega allt upp í svona þessum fallega hálendis græna liti og svo eru sandarnir þarna í kring og kommentið var, já, hræðilegt enn og að sjá hvernig sauðkindin hefur nú farið með þetta allt. En staðreyndin var nú bara svo að þetta svæði Emstru svæðið er búið að vera friðað fyrir sauðfé í 40 ár. Þannig að þarna er viljandi verið að dreifa bara ósannindum til þess að sannfæra fólk eitthvað sem er ekki. Og þetta mislíkar mig bara alveg svakalega. Það er ekki ofbeit lengur. Ef við ætlum að fara að tala um ofbeit... Það eru þeir sem eru það hefur verið bent á svona tiltekna staði en það er ekki eins mikið vandamál að vara 85. Nei, já, tiltekni staðir. Þá skulum við einmitt bara taka þá staði sérstaklega og skoða en ekki setja landið undir eins og bara bændur almennt. Ég er alveg samanlegar og það líka kemur í veg fyrir að kannski við náum að hemja þessa verri staði ef það er alltaf verið að tala um þetta almennt sko. Já, og svo skulum við og maður einmitt tala sko, það er mjög vinsælt myndefni að birta mynd af sauðfé í rófabörðum. Það er nú bara búið að sýna fram á það og ég hvet þig til þess að einmitt að fá að reyna að tala við hana nú gleymi ég nöfnum að því ég fyrir fram að myndavélina. Það kemur nafn ekki Ólaf Arnalds. Nei, alls ekki. Ég hef talað við hann. Já, það er svo sem gott. Hann hefur sína skoðanir. En ég hef skrifað mjög mikið gegn honum og er mjög ósammála honum. Og með þessi rófkort hans sem eru yfir 30 ára gömul sem voru notaði mitt sem aðal efni þess að hér væri landi mikill afturför. Málið er það að okkur Ólafi greinir á það þegar að við erum með tómt glas fyrir framan okkur. Þá getum við bæði verið sammála það að glasið sé bara, það er bara tómurum hann inni og má líka við bara auðn. Þegar að glasið er orðið hálffullt, þar greinir okkur á. Þar sé ég að glasið sé byrjað að fyllast, tómarúmið er að hverfa. En hann aftur á móti sér þarna hálffullt glas, tekur mynd af því til þess að sýna fram á tómarúmið. Já, ef við höldum ekki, ef við höldum ekki vendinni áfram, að þá mun glasið aldrei fyllast. Þú segir að þegar að gróðurinn er búin að ná sér á tiltekið stig, að þá má beita á hann án þess að hann, Já, og hæfileg beit, hún styrkir ræturnar. Já, það er svo getur maður lent í fólki sem að deilir rosalega það hvað þessi hæfilega beit
Já, Þetta líka í Nóri að því að þeir beita á skóana og svona, þeir deila endalist það, en ég meina þar haldið því fram að sko sauðkindin gerir skóanum gott og líka að mikil beit geti eyðilagt þá. Ég hef það nú bara hjá mér, það gríðarlega mikil birkiskógur hjá mér og það bara staðreynd að sauðkindin með hæfilegri beit að hún gerir skóginum gott. En Ágústa, í sjálfum sem væri þetta bara allt í lagi að við lifum í svona lýðræðislegu samfélagi og erum alltaf að reyna að finna hvert við erum að fara. Já. Þessi, hann vill draga hratt úr sauðfjárbeit og annar segir, neða, það við þurfum ekki að gera það svona hratt, en við kannski gerum þetta svona og svona og svo þetta bara deilt þetta. En þú upplifir það að svona heilt yfir af þeim sem kannski setja sig inn í þessi mál, að þá verður bara hægt og smítandi smyrt yfir á sauðfjárbúskap, að hann sé eiginlega að eyðileggja Ísland og við þurfum að bjarga Íslandi frá sauðfínu. Að það sitji eftir. Já, ég held fólk sem að átta sig. Það má eitthvað vera sem á móti einhvers staðar, sem að þú ert ekki sammála, hann má alveg að tala. Já, hérna. Það bara verður að vera. Við getum ekki bara þannig að síðasti maður í þagnar, það getur ekki verið markmið. Nei. En þú ert að segja að svona einhver leyti hafi þetta smyrt yfir á sauðfjárbúskapinn, að hann sé... Já, eiginlega bara þessi afneitun af fólk, það bara staðreynd að sumir eru svo heitir út í sauðkindina að bara nefna hann á nafn að þá fara menn á suðupunkti. En við skulum bara líka átta okkur á því að sauðkindin er búin að búa með okkur frá landnámi og við búum hér með villibráð nánast og bændur hafa verið þeir bestu framverðir sem hægt að hafa í að vernda og verja landa því að Ágústa, mér finnst það ekki alltaf stundum þegar ég keyri sveitirnar og ég ég myndi segja að ég væri fylgjandi öflugum landbúnaði og sérstaklega bílum og svona sögulegum landbúnaði. Stundum kemur á svæði þar sem maður hugsa þetta ekki alveg í lagi Við erum ætti bóndi að búa með landinu þannig að hann myndi skila því alltaf betur en hann tók við því. Þannig að hann væri eiginlega svona samverkamaður Guðs í sköpunarverkinu að búa til sem best út á landinu. En stundum sér maður bara að það svona gróðurinn fábreytilegur eins og hann sé alveg að falla bara. Það ekki allsstaðar það sem maður blómlegt landið. Nei, en það líka ekki bara sauðkind, það fer bara eftir því hversu hátt býrðu, hvar býrðu landinu. Ég meina, þú getur farið út á sléttu, það túndran. Það misjafnt hversu austarlega þú ferð á sléttuna eða hvar þú ert upp í heiði, hvort eru mýrar eða annað og það náttúrulega eðlilega fylgir og við mögum ekki heldur vanmeta mólendi og þá getum við líka sagt, takmarkið að breyta öllu landinu í skóg, bara ef við bara tökum það sem dæmi. Nei, stundum átti að heyra það á ákvöstu skógræktarmönnunum en ég held að það sé bara þannig. Já, en þá getum við líka sagt, höfum við leyfi til að breyta ásýnd landsins sem hefur verið að mótast bara í gegnum eldsumbrot og allt slíkt af því að einhver tíman hér á landnámi var meira. Sannarlega var skila landinu betur af okkur heldur við tókum við því. En það alltaf þessi spurning hversu langt á að ganga. Hvað, á takmarkið að vera að skila landinu þannig að það verði eins og við landnám? Nei, þannig að þetta nýta það betur í framtíðinni. Þannig að við skoðum ekki lífsskilyrði komandi kynslóða. Það væri bara svona mannlega sjónarhorni, svo getur við haft búið til heimsmynda sem að náttúran hefur sjálfstæða rétt gegn manninum. Já, ég tel bara að þetta sé í gildi. Þú getur alltaf fundið, það alveg sama hvort það innan bændastjætta, blaðamanna, bara nefndu það. Eitthvað slugsa. Það alltaf þannig, ég meina það bara mannlegt eðli. Að einhvers staðar eru svartir pétrar og þá eiga bara að vera til úrræði eða eitthvað sem að tekur á því, sem bara því miður margt hefur ekki verið nægilega duglegt í. En almennt hefur bæði umgengni við land og ef þú tekur bara ásýnd bíla og sveita bíla hér á landinu núna frá því sem var hérna fyrir kannski 40-50 árum. Það hefur orðið stórkostleg breyting og það getur enginn deilt um það. Og líka á hálendinu og fleira, ég bara þegar ég keyri bara yfir Norðurlandshálendið og leiðinni að norðan og austur
þá sko breytingin á gróðurfari og bara svæðinu frá því að þegar ég var ungur maður að fara þarna á puttunum. Það er ótrúlegt að sjá þetta, hvað er mikil breyting. En kannski þetta fyrst og fremst bara að vera hittna aðeins. Af því að þetta var náttúrulega fyrir svona 40 ára þá voru við inn í miðjum kuldakafla. Já, það er það og það er það sem hefur kannski mest haft áhrif. Það er bæði, það er búið að vera hlýnandi veðurfar sem hefur haft samfara því að sauðfé hefur minnkað og að maðurinn hefur orðið öflugur í að fara í landgræðslur og vernda land. Þannig að þetta liggur allt saman og helst í hendur. Við erum skárri en við höfum líka verið svolítið heppin. Já, og svo er bara líka spurning hvort við séum núna að byrja aftur að fara að sigla inn í kaldara skeið. Það á eftir að sýna sig betur. En sambandi við, þú segir þetta sé villibráð sem við höfum og einhver leyti þá þekkjum við það náttúrulega. Það er alltaf verið að mæra íslenska lambið sem eitthvað einstakt. Kannski er það rétt, ég veit ekki. Ég hef borðað lambakjöt víða heim og allt hefur sína kosti sko. En við erum með sérstakt fyrirbrigði sem við ættum að vernda og það er og það fer á sumrin og upp á heiðar og borðar íslenska gróður og kemur og þetta er einstakt í heiminum. Það er það. Og þetta snýst ekki það að þegar maður er að hefja upp lambakjöt þá þýðir það að maturinn annar staðar sé óætur. Það er nefnilega svolítið þetta í umræðinu sem að mér mislíkar gríðarlega. Þetta er ekki best í heimi, þetta er bara gott. Já, þú veist að við megum alveg vera með eitthvað sem við segjum að okkur finnst best í heimi. Það þýðir ekki að við séum að segja að annað sé vont. Það er bara öðruvísi. Þetta þýðir það að hver þjóð hefur sína venjur og siði og matar menningu. Og við eigum að halda í okkar og það er bara mjög, mjög mikilvægt. Við erum með, og svo skulum við bara hugsa út í það, já, það er dýrt að framleiða mat. Bara, og ef við ætlum að, við þurfum eiginlega bara að spyrja okkur þessar grundvallar spurningar. Þú veist, ætlum við að rækta sauðfé? Ef við ætlum að fara í það eins og mikill þrýstingur hefur verið á, sérstaklega frá vinstrislagsíðinu að það eigi bara að geyma fé og túnum og heimalöndum einhvers staðar. Þá erum við komin í allt aðra vöru. Hvað er vinstri fólk? Ég kalli þetta vinstri, því þetta tengist þessum loftslags. Því að vinstri er eitthvað svona safnögur. Já, við getum látið það liggja á milli. En ég með þetta er eiginlega þeir sem að þetta er svona viðreisn og samfylkingin sem að hafa verið með svona þessa svona anstöðu við landbúnaðinn. Já, sem vilja leggja áherslu á innflutning frekar. Mjög breytt, en hins vegar eru aðrir sem eru bara með anstöðu við sko landbúnaðarkerfið. Og þegar þú ert að tala sko að vernda matarhefðir okkar, þá hefur sko landbúnaðarkerfinu ekki tekist það vel. Það til dæmis ef að þú væri með sauðfjárbúskap og væri best í Íslandi að búa til besta lambakjöt í heimi. Að þá í gegnum kerfið, þá var mér lengst af bara alla síðustu öld bara ómögulegt að kaupa það. Þá var bara þínu fé blandað saman við slugsan sem við nefndum hann áðan. Það var selt á sama nafni það fé sem að var á beit upp á heiðum og það sem að var kannski frekar niður í fjöru eins og var meira, ég held að svo minna það núna en ég er ekki að segja annað sem verður en betur að hitta, það er bara sjálfstæð neytandi að fá að vita hvort það er. Því að það er til dæmis mjög eftirsonavert sauðfé í Frakklandi sem er beitt á fjörur, í Britanska. Já, sem sé ræktaði það. Það er kannski erfiðara hér, af því að við erum ekki með þess að kannski bara stýrðu beit. Féð er að fara svæðin sem eru misjöfn. Líka vegna þess að þessi var allur saman blanda, þannig að það voru afurðastöðvarnar sem að voru, þetta var búið til fyrir þau, kerfið. En ekki kannski bændunar, þannig að bændunir sem að voru að reyna að gera vel að þeir náðu ekki til neytandans. Þú ert að tala um íslenska matamenningu, skýrið er hluta því en skýrið er bara farið út úr bændur búið ekki til skýr eins og var áður, heldur að það gert einhvers staðar og ég get bara fært rök fyrir því að þetta sé ekkert skýr. Ekki svo það var. Þetta er bara einhver búðingur þar sem er reynt að halda misunu inn í skýrinu. Til þess að afurðastöðu fái sem mestan pening. Og það er bara verið að eyðileggja íslenska matreiðir. Þess vegna skiptir líka alveg óbúslega máli eins og með sauðfjárbændur og annað með þessi örsláturhús. Það er... Þú ræddir það nefnilega í pislinu. Já, í sambandi við þessa samkeppni. Það er eins og ég segi með þennan samruna.
afurðastöðvarnar eru búin að vera meira og minna flestar á hausnum nema kannski KS sem náttúrulega hefur gríðarlega styrki í fiskinum og annað, þannig að við getum ekkert endilega borið það saman. Þarna einhvern risa fyrirtæki sem hefur bara alltaf á forsendur heldur en aðrar. Við erum með SS fyrir sunnan sem líka gríðarlega sterkt og það eina sláturhúsið, að vísu á KS sláturhús á Hellu, en SS á þarna bara Suðurlandið og núna KS búið að kaupa hlut Kjarnafæðis Kjarnafæði Norðlenska. Og þá getum við líka sagt sko mun eitthvað breytast. Ég er ekki að mæla því bót að þetta endilega gerist. Það er alls ekki. Þú ert að segja að þetta breyti kannski minna heldur að fólk er að halda. Já, því ástandið var slæmt áður. Það var bara mjög slæmt áður og það var menn voru að níða skóna, litlu sláturhúsin fara sérstaklega vel út af því þá komum við líka að þessu fyrirtækja umhverfi. Það verður að vera þannig í mínum huga að lítil fyrirtæki og ætti að vera að þau sem að kannski eru með X hlutfall eða ef þú ert með X mörg árstörf ef þú ert undir einhver ákveðnu þá átt þú að fá einhverja skattaafslætti eða launatengt gjöld séu minnkuð eitthvað sem að veldur því að þessi lítil og meðalstór fyrirtæki þrífist. Og þar einmitt kemur inn í þetta með þessi örsláturhús. Það þó nokkuð af bændum sem eru með heimavinnslu og búin að með miklu harðræði og vinnu og peningum búin að koma sér upp vinnslum sem eru viðurkenndar. Þráttur miklar kröfur sem eru gerðar, þannig að þau þurfa að búa til litla fabrikku inni hjá sér. Já, og hafa gert það. Í staðinn fyrir þessi búið til eitthvað svona viðurkenning á því að heimasláturhús er með eitthvað tilteknum staðli. Það þurfi ekki að vera sama og stóri aðilinn uppfyllir. Af því að ef þú hugsar út í það, ef ég er bara lítill bóndi, eðlilega ef ég er með sauðfjó og þá sauðfjárbú, þá ég náttúrulega ekki að fara að slátra öllum lömbunum mínum í örsláturhúsi. Þá veit ég að ég ætla að selja eitthvað ákveðið magt sjálfur og því slátra ég í þessu örsláturhúsi með þau öðrum bændum, hitt fer í stóru sláturhúsin. Það líka þannig að þegar að þú sendir, eins og þetta núna, þú sendir öll lömbin í afurðastöðina, það kostar þig að taka heimtöku. Þar sem þú tekur eðlilega, ég meina sláturhúsið er að slátra þessu, þú þarft það bara að borga fyrir það er ekki ókeypis, en afurðastöðurnar hafa samsett þannig að ef þú tekur umfram ákveðið magn, þá hækkar heimtökugjaldið allt svakalega. Sem í rauninni þeirra leið til að reyna að koma í veg fyrir það. Drepa samkeppni. Já, að bóndinn geti tekið þetta heima því það svarar ekki á þau kostnaði fyrir hann. Þetta vandinn við landbúnaðarkerfið, að það styður mest þessa stóru. Já, og það þess að þú ert að leggja til að ef við ætlum að hafa öflugan landbúnað, það ætti náttúrulega að styðja grasrótina að finna litlu. Og það breytir engu máli hvort það er bara í búskapnum eða annars staðar. Þetta er bara yfir allt, bara lítil og meðalstór fyrirtæki hvort sem þau eru í landbúnaði ekki. Það er galið í mínum huga að ætla og sérstaklega litlum fyrirtækjum sem eru út á landi, sem eru bæði að fá allt sent og senda frá sér, að þegar að annar staðar er verið að umbuna íbúum eftir því hversu langt þú býrð frá þínu helst grunnþjónustunni eftir því sem þú ert að sækja lengra í hana, að þeim meiri hlunnindi ættir að fá til þess að styðja byggð út á landi. Hérna er yfirleitt bara öfugt farið og hérna það muna allir eftir bara kaupmannunum á horninu, öllum litlu dótabúðunum sem voru til hérna bara þegar ég var, ekki ég nú gömul, en þegar ég var lítil, þá voru dótabúðir hér og þar litlar. Einu dótabúðina núna eru þetta Toys R Us eða svona er allt kerfi byggt upp á Íslandi. Þannig að lítil fyrirtæki, þau þrífast ekki að því að það eru lögð sömu skyldur með tilheyrandi þannig að kostnaðurinn er hlutfallslega miklu hærri og meiri á þau heldur en á stóru fyrirtækin. Sem veldur því að þessi stóru kettir, þeir leika sér að músunum, svo bara bíða þeir þolinmóðir þangað til að þreytast, svona eins og laxinn og önglinum og svo bara
eru það réttnar? Ég ætla að benda þér á að kynna þér stefnu sósíalista í fyrirtækjasköttum. Það sem lagt til að stærð sé skattlögð, að tryggingagjaldið sé lækkað og sérstaklega lækkað á smærri fyrirtæki. Því að við trúum því náttúrulega að þessi besta varan og besta þjónustan veita sem að verkamaðurinn á fyrirtækið sko. Já, að benda þér líka á að kynna þér í Miðflokknum. Það mjög góð stefna þar líka, akkurat í sambandi við þetta styrkja landsbyggðina og ég held að Miðflokkur sé nú einn af fáum flokkum í því. Já, þá komum við að því að þeir sem hafa verið að reka þessa stefnu, að það eru trú sem hefur verið ríkjandi í áratugi og við sjáum þetta í sjávarútvegi og við sjáum þetta í afurðastöðvunum og landbúnaði og fleira. Það er trú á sko stærðarhagkvæmni, að það sé ávinningurinn, að því stærri fyrirtæki sem við höfum, að því ódýrara getur varan frá þeim verið eða oftast náttúrulega ekki þau verið bara arðsamara. Á meðan að sko smærri fyrirtækin að þau séu eiginlega sóun á peningum vegna þess að þau eru ekki eins arðsöm. En arðsemi er bara peningur sem eigandinn tekur út úr fyrirtækinu. Í smærri fyrirtækjunum er það oft þannig að sko peningarnir er ekki teknir út úr fyrirtækjunum. Þarna þá líka aðskilja sko gróðan frá blómlegu samfélagi. Það sem í smærri fyrirtækjum skilur eftir sig blómlegt samfélag á meðan að stóru einingarnar gera það ekki. Nei, ekki nema sko það þarf að þrífast með auðvitað. Maður gerir ekki lítið út í auðvitað þurfa stór fyrirtæki líka að vera til. Það þurfa að vera til stóröflug fyrirtæki en ekki á þann hátt að annað þrífist ekki með þeim. Það er bara lína sem hefur verið hérna. Við höfum séð það í sjávarútvegi þar sem stóru fyrirtæki var hreinsað allt saman upp. Við erum að sjá þetta núna í landbúnaði sem voru hreinsað allt saman upp. Sem því að smærri byggðir verða háðari þegar þeir koma inn á brothættar byggðir. Svona stór fyrirtæki sem verða aðalatvinnuveitendur svæðanna. Að þá verður svæðið háðum. Já, verður bara menningarlega verra svæði, þar sem allir, eða sem einhver eitt drottnar yfir svæðinu. Já. Það er bara ekki gott. Það er ekki gott. Bara alls ekki. Allir, sko. Það vita það allir, en ekkert er gert. Og þetta kerfið er orðið svona að einhverju skrýmsli sem að fóðra sig bara sjálft. Og það vill ekki samkeppni litlu aðilana. Og það er stuðning ríkisins við að drepa það. Já. Og þá komið líka eins og bara með innflutning matvæla. KS flytur í mat? Já, hérna, og þeir eru nú með eitthvað dótturfyrirtæki núna, það var nú Esja vinslan sem að en svo gáðu þeir nút að þeir væru nú hættir þessu, en eru nú komnir með eitthvað skúffufyrirtæki annað til þess að sjá það fyrir sig. Hvaða hagsmunum þjónar þetta okkur? Nei, við erum ekki að tala um það að það megi ekki flytjan eða að við megum ekki borða kjöt annars þar frá. Þetta snýst líka bara um öryggi. Við erum búin að búa við svo mikið góðæri núna síðustu 20 árana að fólk er bara farið að gleyma hvernig var eða þegar það var hér alvöru kreppa eða hvað ætla menn að gera eins og heimurinn er núna eins og tifandi tímasprengja úti, stríð hér og þar og yfirvofandi stríð hérna á mörgum stöðum. Hvað ætla menn allt í að gera ef að lokast flutningsleiðir eða forgangur matvæla úti eða annað breytist og við verðum bara einhverja afgangsstarf. Við erum hérna lengst norður í Atlantshafi eyja og við verðum, og það bara heyrir undir hverja einustu þjóð, hver þjóð þarf að vera eins sjálfbær og sjálfstæð og mögulegt er miðað við aðstæður. Og við höfum hér miklu meiri tækifæri til þess heldur en vera, að því að einmitt þessi þróun er búin að vera að hagsmuna aðilarnir, gróðin er bara í því meira að flytja inn. Heldur en að... Þú að tala alveg gerbreytt landbúnaðarkerfi, vegna þess að landbúnaðarkerfið sem við höfum er að sömuleyti byggt upp til þess að styðja svona hráefnisframleiðslu. Þetta á rætur sínar í því að það var alltaf draumur að við myndum flytja út lambakjött sem að við gerðum sko í sauðasölunni að það myndi ekki koma aftur. Þannig að sömuleyti var kerfi byggt það bara massa framleiðslu á bara skrokkum. Já, og líka kannski á þeim, skulum við athuga með sko á þeim tíma það kannski veldur því líka með fjölda fjár á þeim tíma, þá var frjósemin líka miklu minni. Þannig að hver ær skilaði kannski, það var bara talið gott að ærin skilaði tilbaka einu lambi þó hann ætti 2 og það var bara talið gott ef áætti 2 lömb. Núna er náttúrulega búið að vera í gegnum 20 árana gríðarleg vinna og búið að ná upp miklum framförum í þessu, þannig
ær eru 3- og 4-lemdar í dagmargar og miklu algengara að það séu nánast 2-lemdar en 3-lemda ær bara orðin býsna algeng. Þannig að og svo vöðvamassin, kjötmassin utan á hverju lambi orðin miklu meiri. Þú fær meira kjöt af hverju lambi og eftir hverja á heldur en var. Fallþunginn hann hefur aukist. En það sem, sko, kerfið eitthvað litið byggt upp á tímum þar sem var litið af að við verum svona hráefnisframleiðendur, annars vegar í lambakjöti og hins vegar í fiski. Og við getum náttúrulega átt hér alveg heilu kjötfjöllin og hérna fristihúsin full af fiski, þannig að við erum ekki svöng, en það er svona frekar leiðilegt að þurfa bara að borða fisk og kjöt ef að lokast allar leiðir í það. Þannig að landbúnaðarkerfið sem að þú myndir vilja sjá hérna væri það sem að við myndum framleiða á Íslandi, það mat sem að við borðum, og það verður bara miklu fjölbreytilegri mataframleiðsla heldur en það hefur verið. Já. Við sem betur fer það orð þannig í dag. Við þurfum að stórauka bara garðrækt og... Já, sérstaklega. Og það náttúrulega þarf að auka það gríðarlega grænmeti og annað, þannig að þetta sé á... Við sem ekki að flytja þetta með flugi. Já, og bara sem minnstum, auðvitað þurfum við erum alltaf háð innflutningi á einhvern hátt. En við sjáum nú bara eins og svínabúin, þau eru nú sum hver farin að framleiða sitt eigið fóður. Þetta þarf að styðja, en við þurfum að gera hlutina þannig að við getum fætt þjóðina og bara til dæmis eins og með ef við bara förum að tala um bara öryggi landsins, bara með tilliti til ef við færum okkur til dæmis bara yfir í eins og þessa umræðu að ætla að banna eða úthýsa öllu jarðefnaeldsneyti. Ég get ekki skilið þessu umræða því. Mér finnst þetta óheiðarleg umræða. Þessar yfirlýsingar það að Ísland verði jarðefnaeldsneyta laust hérna fyrir árið eitthvað. Þetta óraunhæft. Það ekki komið tæknin hvorki á skipin nýja flugvélarnar? Nei, og þó að tæknin sé til staðar, Gunnar, sko, þá skulum við setjum okkur það við búum okkur, íslenskan alveg frábær núna. Við búum á einni virkustu eldfjalla eyju á jörðinni. Og við sjáum nú Reykjanesskagann. Hann er vaknaður. Og við veitum ekkert hvenar það endað, hvort það breiðir úr sér eða hvað. Við erum með fjölda eldfjalla sem eru komin á tíma. Segjum sem svo. Setjum upp þessa útópíu í huganum okkar að hér verði bara allt keyrt á rafmagni, sama hvað það heitir. Og hér verði bara ekkert jarðefnaeldsneyti bara til. Já, eða eldsneyti sem búið til með rafmagni, þannig að einhverja hugmyndur það að búa til eitthvað svona vetni eða eitthvað álíka. Já, ok, segjum að það sé hér framleitt vetni með rafmagni. Sem reyndar ef ekki enda en þá fundist sko... Nei, það fyrir utan það gríðarleg orka sem fyrir það, alveg margföld algjör. En ok, bara búum til þessu útópíu. Hvað ætla menn að gera? Ef hér verða einhverjar meiri háttar náttúruhamfarir, við skulum hafa það í huga, það sem einu sinni hefur gerst áður, það mun einhvern tímann gerast aftur og það sem hefur aldrei gerst mun líka einhvern tímann gerast. Hvað ætla menn... Já, ég meina... Allt sem hefur gerst, allt sem hefur til áður. Já, hvað ætla menn að gera ef hér dettur út stór virkjun, Sogið, Hellisheiðarvirkjun, Nesjavellir, Krafla? Hvað ætla menn að gera þegar ekki þetta stinga bara rafmagnsbílnum í samband? Hvað hjálparsveitirnar, lögreglan, með tilliti til dæmis bara almannavarna, hérna mjög oft í gegnum tíðina og lögð mikil áhersla á það sem gott, á skyndihjálp til dæmis og sem bara mjög nauðsynlegt og þarf alltaf að halda við. Það eru hér auglýsingainnslög frá umferðarstofu öryggi á vegum og bílbeltanotkun og alls konar. Hvers vegna engin áhersla lögð á það, sérstaklega þegar við erum búin að þjappa 90% af íbúunum hérna á suðvesturhornið. Hvað ætla menn að gera ef að rafmagnið hiti fyrir af öllu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu? Átt þú gas í geymslunni? Átt þú eitthvað sem að væri hægt að kalla fyrsta hjálp í geymslunni? Batteri, vasaljós, prímus, lítil gashella til þess að bjarga fólki í fyrstu sólarhringana eða eitthvað. Hversna það ekkert sem heitir plan B hjá ríkisstjórninu, nánast í sama hverju það
Þannig að þú vilt út af ástandinu í heimsmálum að þá eru í sömu löndum komið svona hvatningum að fólk eigi heima mat til 3 daga og eitthvað svona. Já. Þannig að þú vilt fá einhverja svona aðgerðir sambandi við öryggi okkar allra samfélagsins og eitthvað í sambandi sem var reynt að kalla orkuöryggi. Það væri metið þá... Já, það væri heiðarlega með orkuna... En ekkert að nota þetta bara sem svona andtal gegn loftslagsbreytingum. Að tala um þetta að ef allt í einu dettur út Svartsengi að þá væri gott að eiga eitt bensínbíl. Þá munar ekkert það að eiga eitthvað bensínbíl sem getur farið í fyrstu hjálp eða metanbíl. Nei. Þannig að þetta er allt leysanleg mál sem að það er ekki alveg þannig að við hefðum ekki jarðefnaeldsneyti hérna og færi út krafla. Að það væri bara hörmungar í mörg ár. Nei, en einhvern veginn þarf fólk samt að lifa og komast af. Og mér finnst þetta mjög óraunhæft. Það væri þá, finnst mér heiðarlegra að setja fram, já, við stefnum að hér verði hlutfallið 50-50 eða hlutfallið verði 60-40. 60% rafmagnsbílar, 40% eldsneyti eða 70-30, sama hvað það er. Það væri heiðarlegri nálgun. En af hverju ættum við ekki að nýta þetta alveg svo við gerðum í sambandi við húshitun, að losnum við pældi þið verðum ennþá að kaupa kol og olíu til þess að kynda húsin okkar. Hvað heldur það myndi kosta okkur? Hvaða hag heldur að hitaveitan hafi gefið okkur á síðustu 100 árum? Gríðarlega. Alveg gríðarlega. Af hverju gerum við ekki bara sama með þennan bílaflota sem aldrei hættir að stækka? Já, það þarf að leggja áherslu á það. En ég tel það óraunhæft að við getum útrýmt jarðefnaeldsneyti. Það bara, mér finnst það óraunhæft. En ég er ekki á, það er með, svo kemur þessi umræða, sko, ef að maður er ekki sammála stefnunni, að þá er maður á mótinni. Það er ekki þannig. Það er bara frábært að eiga rafmagnsbílana, en við skulum líka átta okkur á því að rafmagnsbílar er ekki að fara að bjarga heiminu. Við skulum minna okkur á það að allt rafmagn úti er búið til með kolum og olíu að mestu leyti. Já. Þannig að þetta bjargar ekki heiminum og... Hver verður að gera sitt, sko? Já, þá skulum við... Þóttu við erum að fara einhverja langa leið, þá er ekki fólk sem að segir, ég meina til hvers að vera að taka þessi skref. Þau hjálpa okkur ekki til þess að komast alla leið í Ásbyrgi. En samt getum við bara lagt að stað með litlu skrefum á endanum, þá endum við í Ásbyrgi. Þannig að, þú veist, það er þetta að tuða svona í upphæfi allra langra leið að þetta hafi raunverulegan tilgang. Já, ég sagði ekki að þetta hefði ekki tilgang. Það hefur tilgang að stefna ákveðnu hlutfalli. Og svo með þetta að ætla að útrýma jarðefnaeldsneyti með þessum einhverjum ofur markmiðum fyrir árið þetta gerir fólk sér grein fyrir því hvað þarf að auka framleiðslu á jarðefnaeldsneyti ef á að ná þessu markmiðum. Af því það þarf að byggja upp alla þessa gríðarlegu innviði til þess að ná þessu markmiðum. Það er staðreynd. Það má ræða mér það ágætt sem að Sigríður Andersen sagði daginn að það væri bara þjóðhagslega óhagkvæmt að stefna því að fiskbræðslur sem störfuðu kannski bara 2 mánuði á ári, ekki eins og öll ár, væru keyrðar áfram af rafmagni því að það myndi þýða það að við værum eiginlega með offramleiðslu af rafmagni 10 mánuði á ári. Það væri miklu sniður að nota bara olíu til þess að keyra þessar fiskbræðslur áfram. Já. Svo er náttúrulega langt best að við hættum að bræða fiskinn og gerum eitthvað kannski betra verð. Já, þetta er svona, en svo með rafmagnið mitt, ég held að mesta sóunin núna mitt í rafmagninu sé mitt bara byggðalínan, til dæmis. Já. Það virðist vera einhver ofur áhersla hjá Sjálfstæðisflokknum að flytja inn vindmyllur sem að enginn þarf á að halda hér fyrir fjárfestana vini sína til þess að koma þeim nú inn í íslenska orkukerfið og hækka rafmagnsreikningana hjá okkur. Af því það er bara það sem að mun gerast. Og með lofórðum aukna atvinnu á svæðunum þar sem á að byggja, þetta er svona auðséð að þegar verið er að segja við fjársvelt sveitarfélög sem eru að drukkna í skuldbindingum sem ríkið er endalaust búið að dæla af sér yfir á þau, að koma með eitthvað svona verkefni og segja það verður fjölda atvinnutækifæri sem að munu myndast hér og þá spyr maður sig, þetta var upp á mínu svæði og það er nú þarna upp á Hólaheiðinni áform með þarna hnotasteinn eða man ekki hvað þetta heitir, þarna upp á heiðinni á milli Raufarhafnar og Kópaskers. Ég spurði sveitarstjórnina þegar þau komu og voru að kynna þetta hvaða atvinna verður. Þá voru engin svör.
og ég sagði sko, það verður engin atvinna. Það verður atvinna meðan verið að reisa þessi skrýmsli fyrir verktakana sem er ekki einu sinni víst að verði verktakar á svæðunum. Kannski eftir það er ekki neitt. Ítalskt fyrirtæki eins og var við Kárahnjúka. Já. Þannig að þetta er bara mjög varasamt og við höfum bara, og hvers vegna einmitt til dæmis er ekki lögð meiri áhersla á sólarsellur á hústök fólks til að tengjast hennar kerfið, hvers vegna er ekki lögð ennþá meiri áhersla á framleiðslu rafmagns í gegnum sjávarstrauma og sjávarföll sem eru bara gríðarlega mikil hér í kringum landi. Sjávarstraumar til dæmis eru gríðarlega miklir. Þetta væri mikið gáfulegri aðferð til þess að auka rafmagnsframleiðslu. Það eftir að finna svolítið tæknina í þessu. Já. Það sé ekki verið að hakka allt lífríkið í gegnum einhverja túrbínur. Já, það sé bara í fjörðunum bara einhver hakkavélar sko. Já, ég er að segja sko, en það er búið að vera mikil þróun í þessu síðustu árin og þetta er eitthvað sem að mér finnst miklu meira. Þá getum við líka að því þú ert að tala um að hakka lífríkið. Ég segi nákvæmlega sama er að gerast með vindmyllurnar. Það er bæði fuglalífið en svo ekki síst heldur sko spaðarnir. Þetta er búið til úr örtrefjaplasti og þetta dreifist hér á sama tíma og stjórnvöld eru að berja sér á brjósti með að skrifa undir einhverja risa samninga, refsi samninga og nota þetta sem grílur hér yfir skattborgurunum að ef við hækkum ekki skattan á ykkur og þá þurfum við að borga einhverja ægilega refsiskatta sem er ekkert fyrir mér annað en metnaðarleysi, bæði Parísarsáttmálinn og Kyoto-bókunin. Þetta sýnir metnaðarleysi hjá Íslendingum að þurfa að skrifa undir refsi samninga til þess að geta gert eitthvað. Svo er þetta notað sem svona gríla þetta og svipaða svo með krakkana, ef þú verður ekki stillt þá sendi ég gríla á þig. Þú ert að lýsa svolítið svona byggðum sem hafa verið veikt. Það eru verið veiktar af kerfinu sem hefur verið og svo koma einhverjir utan byggðana, getur verið Íslendingar, getur verið útlendingar og bjóðu upp á eitthvað, bara fiskeldi eða vindmyllur eða sem er ekki sprottið upp úr byggðunum. Arðurinn að þessu mun ekki fara inn í byggðirnar. Þau bóðu upp og það verður kannski eitthvað svona störf. Ég ætla að fá að grípa fram fyrir eitt þegar þú nefndir þetta einmitt. Ég lenti í könnun. Þá var verið að hringja í ferðaþjónustu aðila á svæðinu og íbúa með könnun. Ein af spurningunum sem var þar sett upp sem segir manni bara að þarna er verið að gefa fólki í rauninni falskar svona vonir. Ein spurningin hljómaði að ef það var í boði myndir þú vilja að hluti arðsins myndi renna eða yrði nýtt í heimabyggð. Og hvers konar spurning er þetta? Þú getur ekki spurt svona spurninga því að auðvitað segja allir já við þessu. En þú veist það alveg vel að það er ekkit eins og að vindmyllunni sé bara stungið í samband og svo bara er hægt að taka peninga úr henni. Þetta bara fer inn á kerfið og þannig að þetta er... Og hvað þýðir hluti sko? Já, einmitt. Það getur verið að þau sjá fyrir sér 2% en þetta ætti bara 100% að fara í byggðirnar. Mér finnst það þegar ég er á þess að Patrísfirði og horfi á kvíarnar. Það finnst mér að þetta, akkur er þetta ekki bara eitthvað svona bæjarútgerð sem þau eiga bara sjálf. Þetta er þeirra úthagar, fjörðurinn. Akkur er einhverju norðmenn, einhverju sem koma hingað og reka þetta og ég hef grunnað að þeir allir bara reka þetta í svona 15 ár og ná einhverjum hámarsarði og selja þetta frá sér og fara svo. Og hverju er Patrísfjörður bættari? Já, fiskgeldið er náttúrulega mjög umdeilt. Það auðvitað eru afleidd störf sem að koma af þeim. Ég persónulega er ekki á móti fiskgeldið sem slíku en ég vill að þetta fara á land, að þetta verði landeldi. Talandi veika byggðir, af því að næsti þéttbýlisstaður hjá þér er það ekki Húsavík? Jú. Það er ekki svo langt síðan að Húsavík þau áttu útgerðina sjálf, fiskvinnsluna, sláturhúsið og kjötvinnsluna. Þar var ekki sýslumaður og það er sjúkrahús og það er reyndar ennþá. Já. En þú veist, þetta var eins og þetta væri einhvern veginn sjálfstæðu bær með allar sveitinnar sem að tengdust í. Og þarna gat fólk tekið bara ákvörðun þróun byggðarinnar til lengri tíma, hvernig við vildum hafa Húsavík og nærsveitir. En allar ákvarðanir Húsavík í dag og nærsveitir eru einhvern veginn teknar eitthvað allt annars þar. Kannski á Sauðárkrók, mikið í Reykjavík og
og eitthvað er þetta hérna í Þýskalandi hjá einhverju fjölskyldu sem engi veit hvaða fólk sem með bakka. Já. Og þau getur tekið á okkur bara að loka bakka núna. Já, þetta allt umdeilanlegt. Það má deila allt. En þetta bara með þess að horfa á þessa þróun. Já. Þú veist, ég meina, af hverju bara rís fólk ekki upp og segja, heyrðu, við viljum bara fá byggðirnar okkar aftur. Við viljum ráða því hvernig það þróast. Já. Við erum ekki að bíða eftir einhverjum lukkurittara sem á pening sem kemur til okkar og er að selja okkur það að hann ætlar að koma og nýta firðinn okkar eða loftið okkar eða jörðinn okkar og með því að láta hluta renna til okkar og taka svo allan arðinn út af því við getum ekki búið til neitt sjálf. Já, það til dæmis þetta sko með veikingu byggðarinnar þegar að ríkið til dæmis er endalaust að dæla verkefnum yfir á sveitarfélög sem geta ekki staðið undir því. Bæði vegna þess að fólki hefur fækkað sem þýðir að það minni innkoma fyrir sveitarfélögin en skyldurnar hverfa ekki. Lagalega sé þurfa sveitarfélög að sinna ákveðnum hlutum. Þannig að flest sveitarfélög á landinu eru bara gríðarlega fjársvelt og í miklum vanda. Skólamál til dæmis eru stór hluti. Það til dæmis eitthvað sem að mér finnst að ríkið mætti skoða að taka aftur undir sinn hatt. Það yrði gríðarlega kjarabót til dæmis fyrir öll sveitarfélög sem að myndi þá... Sérstaklega smærri sveitarfélög. Já, sem að myndi þá valda því að peningar gætu þá farið í aðra hluti í sveitarfélögunum. Það þýðir ekki að dæla alltaf hlutum yfir á sveitarfélögin án þess að fjármagn fylgi og segja svo bara, já, hættið þið bara að sóa peningunum og hérna, sem eru svona eiginlega skilabóðin sem Bjarni Ben hefur svolítið gefið, sko. Og allir menntamálaráðherrar Þjóðþingflokksins, það er alltaf sagt, sko. Já. Að það er hérna, vandi í skólakerfisins er það að það sé eitthvað svona liðin í skólakerfinu sem að hérna, kann ekki að reka skólana og sóar því og sé að kenna ykkur að tóma vitleysu og veit ekki hvað börnin þurfa og maður byrjar alltaf að hugsa þetta er eitthvað sem er bogið við þessar sögur. Já, bara mjög bogið, þetta bara gengur ekki upp. Það sé allir vitleysu í skólakerfinu nema menntamálaráðherrann. Og þetta bara veldur því að það bara börn sitja bara mjög skakt. Þau eru ekki til sama borð, eins og segi, sum sveitarfélög eru mjög lítil, önnur meðalstór og allt þetta á milli Já, þannig að þetta er bara eitthvað sem að mér finnst að ríkið að skoða að taka aftur. Talandi þetta, það sem að sveitarfélögin bregðast við þessari stöðu, að þau eru komið í svona klemmu og það líka komið svona reglur það hvað þau mega skulda og hvað þau mega ekki skulda og þess vegna hafa þau kannski minni svona viðbragðsgetu. Ég nefndi þarna Patreksfjörð og fiskeldið og svona fyrir kannski 50 árum hefði Patreksfjörður bara geta að tekið lán og bara byggt upp fiskeldisfyrirtæki og rekið það eins og gerðu með bæjarútgerðir og alls konar fyrirbrigði ef það var að vera lokað 3X á Skaganum. Fyrir svona 50 árum hefði verið fundur í bæjarstjórn hvort að þau ætli bara að taka yfir reksturinn og fara og koma sér í gang með starfsfólkinu og hvort það sé hægt að halda en maður bara umræðin alltaf þannig að það sé alltaf verið að bíða eftir því að koma einhvers konar annars staðar frá. Það er ýmsar svona sem hefur þrengt að sveitarfélögunum bæði sko að bara halda utan reksturinn en líka það hvert er hlutverk þessar sveitarfélag sem við eigum þá saman. Það er einhvern hugmyndun og það megi bara ekki koma nálægt atvinnuuppbyggingu. Ég veit ekki hvar það dó út kannski fyrir 50 árum eða svo. En til þess að mæta þessu þá var sveitarfélögin saminast og það hefur verið að gerast þarna í kringum þig. Já. Og þá verður til oft svona minni sveitarfélögin, við erum með dæmi til þess frá Seyðisfirði núna, þar sem þau vilja ekki fiskeldi. 70% bæjarbúa vilja það ekki. En þau hafa bara ekkert með það að segja. Það er fyrst og fremst tekin ákvörðun í Reykjavík og mögulega gæti sveitarfélagi þeirra sem núna heitir Múlaþing barist gegn þessu. En Múlaþing bara segir nei við skiptum okkur ekki að þessu. Og þannig að Seyðfirðingar hafa eiginlega ekkert nema mjög veika heimastjórn sem að fólki fer að efast að hafi nokkuð tilgang. Þannig sjáum við líka bara mjög skýrt dæmi hagsmuna. Já, og það er líka það sem að verður eftir er að fólkið hefur tilfinninguna að það hafi raunverulega ekki völd það hvernig nærsamfélagið mitt þróast. En ekki viljum við byggja upp svoleiðis samfélag? Nei, en það er bara... Átt þú bara að vera í einhverju verbúð? Þetta fer að vera þannig svolítið, með að við hvernig byggðirnar eru að veikjast. Og þegar maður horfir upp á það annars staðar frá að bara núna nýlega var maður að sjá einmitt í Toskana héraði á Ítalíu og það er verið að bjóða fólki háar fjárhæðir til að borga, til þess að flytja, segi ég,
í svona einhver fjallabæi og annað sem eru orðnir tómir og að því það eru allir að flytja bara þannig að sko löndin sjá hversu mikilvægt það er að landsbyggðin sé blómleg og þar búi fólk. En þetta er algjörlega öfug þróun hér með svona risafyrirtækjum, einhæfum sem komin á svæði. Ég er ekki að segja það sé slæmt. Sjálfsögðu það eru afleitt störf. Við sjáum álverið á Reyðarfirði. Ég bara segi það hreint út. Ég vann á Kárahnjúkum í stíflun og þar og er mjög stolt af því. Þó að það hafi verið algjör skömm af því að hafa fengið þetta ítalska Impregilo til þess að vinna það. Að því maður sá Austfirðina lifna við. Ég er hálfur Austfirðingur og maður var búin að horfa á bæina þarna fyrir austan. Þetta voru orðnir svefnbæir mikið, lítil atvinna, unga fólkið bara að fara. Álverið hefur bara snúið þessu mikið við. Og þarna er orðið allt annað að koma, þó að mikið betra megi gera, en það þýðir ekki að hér er ég að flytja inn fleiri álver. Nei. Þetta er bara orðið fínt, en af stórum öflugum fyrirtækjum geta sprottið blómleg minni fyrirtæki án þess að vera kannski algjörlega háð þeim stóru. Það geta sprottið, en það þarf að vera umhverfi til þess og það þarf að vera hvati í kerfinu til þess að slíkt sé hægt. Og þá komum við aftur einmitt að þessum hlunnindum, minni sköttum. Ef ég er með bara pínulítið fyrirtæki, ef ég er að starta til dæmis fyrirtæki, hvort sem það er í matvæla geiranum eða annað, af hverju má ég ekki vera undanskilin til dæmis því að borga virðisaukaskatt fyrsta árið á meðan að maður er að koma sér upp. Kostnaðurinn er alltaf langmestur í upphafi til þess að aðstoða fólk við að koma undir sér fótunum, til að styrkja byggðirnar, til að styrkja við fjölbreytta starfsemi, því það er það sem við þurfum. Í því fylgir styrkurinn. Og þegar við erum bara komið með stór einhæf fyrirtæki inn á mjög brothætt svæði, að það er ekki góð þróun þegar eingöngu slíkt þrífst. Það þarf að vera þessi gulrót eða fá fólk til þess að búa til eitthvað nýtt. Já, og hvatinn í kerfinu til þess. Já, en til þess að við myndum búa til svoleiðis samfélag, þá erum við að trúa því að svona krafturinn, lífskrafturinn og sköpunarkrafturinn byggi í fólki. En ég held að við lifum tíma þar sem við trúum því að sköpunarkrafturinn og lífskrafturinn búi í fjármagninu. Að það sé ríkikallinn sem kemur inn í byggðina, sem að bjargi vitleysíkunum öllum hana, sem að kunna ekki fótur sínu forráð. Ég held að við bara, því miður, þá er bara eitthvað svona hugmynd orðið ráðandi og stýrir hvernig ríkisvaldið er að styðja hérna stóru. En kastar kannski á hátíðaræðu einhverju smá til lítilla og millistóra fyrirtækja. Og svo þegar þú spyrði á lítilla og millistóra fyrirtækja, já, stórfyrirtæki á íslensku mælikvarða eru náttúrulega bara millistór og alþjóðlegu mælikvarða og réttlæta þar með allt inn að fara að styðja stóru fyrirtækin sem að þessi umræða er mjög vanþroskuð og nær ekki utanum það að við erum að veltaði fyrir okkur hvers konar samfélög viljum við byggja hérna upp. Viljum við byggja upp samfélög þar sem að ungt fólk lítur á þessum tækifæri til þess að gera það, einhverju sköpun og búa eitthvað til og mögulega lifa af því. Eða erum við með þannig að unga fólki horfir á það, já, ég ætla að mennta mig til þess að verða kannski deildarstjóri í Sjóvá eða einhverju stóru fyrirtæki. Eða þá að ég bý til eitthvað sniðugt og svo kemur ríkikallinn og kaupir það af mér eftir svona 4 ár og ég verð svona bara ágætlega auðugur og á flottan bíl. Já. En það er ekki svona hugmyndin eins og var kannski fyrir einhverju síðan að þú byggðir eitthvað upp og gast lifað af því með þú og þín fjölskylda til lengri tíma og byggt upp eitthvað. Þannig að hefðir það bara þokkalegt í lífinu? Þetta hefur þetta breyst mikið og þetta var þetta kannski líka öðruvísi. Tækifærin voru kannski ekki ýkja mörg fyrir 20 árum síðan, þannig að það var kannski haldið meira í. En á sama tíma með þessum breytingum að tækifærin hafa aukist, nú getur fólk valið alls konar menntun og tækifæri. En á sama tíma höfum við kannski líka svolítið glatað sjálfsbjargarviðleitninni. Að hafa fyrir hlutunum. Það finnst mér hafa dalað svolítið mikið af því að það er orðið svo auðvelt að fá allt í dag. Þú þarft ekki annað en að íta bara á takka, þá farið upp í hendurnar eða þú vilt kaupa eitthvað eða það er svona,
þú þarft ekki eins mikið að hafa fyrir svona almennum hlutum í dag eins og kannski var. Þannig að það er svo margt inn í þessu sem að hefur áhrif á nýjar kynslóðir og en Þú fórst að hugsa eitthvað á þessu nótum í tengslum við umræðina KS og kjarnafæði norlenska og var það þá svona umræðan sem var það að það væri betra ef þessi tvö fyrirtæki væri í samkeppni sem að þú hefur ekki orðið var við að sé samkeppni þarna raunverulega? Nei, það er kannski aðalega það að maður sá eins og RÚV hefur einhliða fjallað einhvern veginn eins og aðalatriðið sé þessi þingmaður og hlutur hans, ég held að fólk... Það er náttúrulega alveg glatað að maður sé að greiða atkvæði í einhverju nefnd þar sem hann hefur persónulega fjárhagslega hagsmuni af. Já, ég er svo sem, það má alveg deila, ég ætla ekki að hafa einhverja beina skoðun af því að lögin sjálf fjölluðu bara það að sláturfélög mættu, eða þau væru undanskilin þessum samkynslögum mættu renna saman. Þar snerist bara það. Það var ekki verið að fjalla sérstaklega það í þessum lögum að búsæld væri verið að fara að selja hana og búsæld í rauninni, ef svo má segja, bara innlegg bænda. Ef að bóndi í norlenska ákveður að ganga í búsæld, þá skuldbildur hann sig til þess að leggja ákveðna prósentu af innleggi sínu þar inn. Þetta er bara ógreitt innlegg sem að liggur þarna inni. Þannig að það er bara í rauninni þannig að þessi hlutur bænda þar inni er ógreitt innlegg sem er þá bara þarna eins og inn á bankabók og safna þá bara einhverju vöxtum og ef að menn hætta búskap eða fara annað ákveða að ganga úr þessu þá eiga þeir bara heimtingu að fá þetta greitt út og menn hafa gert það. Já, hann komst ekki hjá því að eignast þetta en það eftir sem situr hann á þetta og þar alveg var hann með svona persónulega fjárhagslega Já, það er ekkert að deila það. Það má alveg... Eins og ég var í allt inn til umræðu hérna á samstöðinni. Nei, þú veist það sem að þessi 12 yrði keypt af mér og þá myndi ég ganga út af fundinum á meðan það verið afgreitt sko. Já, en þú veist það sem ég er að meina er að RÚV svolítið svona var ég að beina kannski í kaslu svona blaðamenn færi kannski að beina ljósinu sínu frekar af því sem kannski skiptir máli og það er þetta sem ég er að tala að það er þetta umhverfi stórra og smárra fyrirtækja að það er vandamála því að samkeppnin þú veist, var enginn í því skilningi að staðan var slæm en hún er ekkert eitthvað að batna eða versna eða eitthvað, þú veist, það verður alveg óbreytt ástand þó að þetta hafi gerst. Þannig að ég held að það ætti frekar að fara að horfa og gagnrýna og kafa ofan í einmitt hvers vegna þessum stóru aðilum vegna svona óskaplega vel í því að gleypa allt það litla sem er verið að reyna að búa til og fólk, það eru til ótal dæmi einyrkja og fólk sem að leggur gríðarlega vinnu, fjármagn og annað til að reyna að skapa sér vinnu þó að sé ekki nema bara fyrir sig, bara búa sér til vinnu til þess að það geti haldið áfram að búa á staðnum þar sem því langar að búa á. Að það geti haft atvinnu og séð fyrir sér sjálft. Það er til ótal dæmi það að fólk lendir strax í bardaga við kerfið sem gefur ekkert eftir og fólk bara gefst upp. Og þarf bara ofta að flytja annað því að það þarf að sækja vinnu eðlilega. Ég hef stundum talað við fólk sem hefur verið með svona, er í landbúnaði eiginlega utan kerfana. Og svo veist, er að gera einhverja tilraunir með einhverja lífrænaræktun eða grænmetisræktun eða pröfa hitt og þetta. Þú veist, þú kannast við þetta að vera með eitthvað vinnslu heima eða rækta geitur eða eitthvað. Það er alveg sammerkt með söguðir allra. Að þau upplifa það að þau sé ekki bara að koma einhverju sem er nýjung inn á markaðinn og að byggja upp sitt fyrirtæki sem að fá þig til að kaupa einhverja vöru sem að þú visst ekki áður af mér sem er bara flókimál. En þau upplifa öll að þau eru í linnulausu baráttu við kerfið sem er annars vegar ríkiskerfið og svo er bara landbúnaðarkerfið sem er einhvern veginn til þess að viðhalda einhverju framleiðslu eins og hún var einhvern veginn og bara hefur bara engan áhuga á nýsköpun.
sem að náttúrulega þá hlýtur náttúrulega kerfið í sjálfu sér að stefna bara á vegginn ef það er þannig að það drepur af sér sko nýsköpunarkraft grasrótarinnar. Það hlýtur að vera. Já, og þá líka einmitt sko, það þarf líka svolítið að kafi þetta og koma þessu fram í sviðsljósið líka til þess að reyna kannski að vekja fólk upp og hvetja fólk til þess að vera duglegra og fara frekar til bóndans sem með vinnsluna eða eitthvað sér að kaupa af honum frekar. Já, ég get gert það, segjum það. En svo veit ég af því og við höfum bara öll málin út af mjólkursamsölunni þar var að reyna að drepa af sér sko samkeppni í mjólkuriðinni. Það sem bara endalausir dómar sko, það bara búið að viðurkenna að þetta fyrirtæki nýtti sko starf sína sem að því hafi verið gefið raunverulega og varið af ríkisvaldinu til þess að berja af sér sko mögulega samkeppni. Og endanum endaði þetta síðan inn í einhver annari samstæðu. Að þó að ég fari og reyna að styrkja bændur með buddunni minni, að þá er ég hluti af ríkisvaldi sem er raunverulega að sko ýta undir sko hérna stóru til þess að þeir sko geti valtað yfir nýsköpunina. Já, ég er alveg samlega því. Þetta eru tveir svo sem ólíkir hlutir. En þú veist, hitt lagast ekkit endilega þó að þú fari með buddunniðin og kaupir, en það þarf samt að vera þessi aukna vakning að fólk þegar þú ferð til bóndans eða fiskbúðarinnar, þú veist fiskbúð, það er allt annað að fara í fiskbúð og kaupa þar, þú veist þú ert að fá í hendurnar nýjan fisk í staðan fyrir að fara í stórmarkað og kaupa frosið flak, vakuumpakkað eitthvað þar upp úr, það eru alltaf nýr gæði. Þú veist að hverju átt að ganga, þú veist og þú getur spurt hvaðan fiskurinn kemur og það sama með kjötið. Þú veist hvað þú ert að borða. Þú horfist í augu við kaupmanninn sem þú gerir ekki í stórmarkaðnum því að hann passar sig að vera lengst í burtu og þú horfir bara á einhverjar umbúðir. Já, eðlilega, það er eðlið náttúrulega bara stórmarkað og verslana. Umbúðirnar eru sko stórlegarar umbúðirnar. Já, þær eru mjög varasamar vegna þess að fannst mér einkennilegt að Fisksalinn, hann getur ekki logið að þeir oft sko, ef þú kaupir á henni fisk. Nei, það er akkurat þetta. Það er einmitt þetta. Hann segir að fiskur sem nýr og hann reynir svona gamall. Já, það er akkurat þarna komið inn og þetta sem ég var að tala með örsláturhúsin og bardaðan við kerfið, að þeim sé sett þessi þröskuldur að eiga að, og stærri sláturhúsin líka, það er þessi gullhúðun endalausa á einhverjum ofboðslegum íturkröfum. Við getum alveg svo spurt okkur því býtu af hverju vorum við þá ekki löngu dauð bara áður en allt þetta var keyrt inn í kerfið. Þetta hefur aukið sláturkostnað og allan kostnað, launakostnaður, allt saman. Það hefur allt farið upp úr þakkinu og sem er ein ástæðan fyrir því að þessi minni sláturhús eru smám saman búin að vera að gefast upp. Örsláturhúsin það er að með akkurat þetta, ef að ég er bóndi þó að kröfurnar þeim yrði breytt á þann hátt að hlutfallslega væri ég þá að borga minna bara miðað við mínar innkomu heldur en þessi risastóru hvaða hag hef ég af því að ganga illa um vinnsluna mína eða því að ef að þú kaupir kjötdæmi alveg sem í fisksalinn og þú bara finnur þá á vörunni að þetta er bara illa handterað og þú verslar ekkert við þetta aftur. Þannig að það er einhvern veginn svona þessi forræðishyggja að fólk, það er tekið fram fyrir hendurnar á fólki svolítið að skapa sér nafn, að skapa sér velvild, viðskiptavild. Hvað er viðskiptavinur? Hann er sá sem kemur aftur og aftur að því honum langar til þess og að því að varan er góð, ekki að því að neyðist til þess. Ég bjó í 1 ár í París og þar er ennþá matadreifi kerfi frá því í gamla daga sem að byggir á því að þú ert kannski með, það er slátrari og það er fisksali og það er ostasali og það er grænmetisali og þú verslar alltaf við kaupmanninn. Náttúrulega einhverju leyti er byrjað að grafa þetta innan, þannig að þetta eru keðjur sko í raun en það er bara alltaf sama starfsfólki sem er að vinna en merkilega samt mikið af því að þetta er bara hjónin sem er að reka ostabúðina eigana
og þau eiga sérstök viðskipti við þegar þau koma frá Bretagne, þau eru með mikið af ostum þaðan en síðan kaupa líka eitthvað af byrgja sem aftur er með tengsl eitthvað svona, en þetta er samskipti fólks svona á handabandslevel, alla leiðina. Í þessum búðum að þá þarf ekki innihaldslýsingu, þá þarf ekki síðasta söludag. Nei. Það þarf ekkert af þessu dóti sem hefur verið búið til þess að verja okkur fyrir lýginni inn í stórmarkaðunum, sem er svona. Og það sem maður veltir fyrir sér, ættum við ekki frekar að búa til svona kerfi, það sem er svona keðja trausts á milli manna frá matnum og þangað til í að borða. Frekar heldur en að taka stórmarkaða kerfið sem er byggt upp á einhverju svona eftirliti og einhverju mælingum og eitthvað fleira frá stórmarkaðunum yfir í fabrikkurnar og yfir í risasláturhúsin og það allt saman. Af hverju eru að flytja það kerfi sem er eiginlega ómenning yfir í hitt kerfið sem að byggir upp á bara gamaldags handabandi og trausti þar sem að reynslan sýnir að auðvitað til einn siðlaus maður sem gæti svikið inn í því kerfi, hann myndi ekki vera langlífur. Nei, ég er að segja það. En siðlausa fólkið, það blómstrar í hinu kerfinu. Já. Það var ég engum vandræði með það. Og það er einmitt þetta opinbera kerfi líka, það er bara eins og Miðflokkurinn hefur bara líka verið að benda á það að við erum að er markmið ríkisins að gera alla að ríkisstarfsmönnum. Þannig er líka þetta kerfi byggt upp að allar þessar flækjur, nýjar reglugerðir, þú þarft að búa til nýjar deildir að því að þetta er komið inn, það eru endalaus flækjustig sem kallar á, já, við þurfum að ráða fleira fólk til að höndla þetta. Ég man nú ekki hvað hlutfallið er í dag, en hlutfall ríkisstarfsmanna hefur hækkað alveg gríðarlega. Það var gerðið það eins og með COVID vegna þess að það var en ég skal ræða við þetta kannski seinna, en þetta er svona ágreiningur þetta, hvort að það sé raunverulega þannig, en vandinn sem ég held að þú hafi bent á áðan, að þetta með kröfuna sem þarf að uppfylla sem að litlu fyrirtæki þarf að gera. Stóra fyrirtæki, það er ekkert að kvarta yfir þessu. Þú er aldrei heyrt stóru fyrirtæki vera að kvarta yfir. Ég meina þau leggja ekki sérstaklega áherslu á tryggingagjaldið sem að leggst sérstaklega mikið á starfsfólk sem er þungur skattur fyrir þá sem eru minni, en minni skattur fyrir þá sem eru stærri og alla svona reglugerðir og þetta þunglamanlega kerfi. Stóru fyrirtæki kvarta ekki yfir þessu, þau eru með lögfræðideildir og alls konar dót til þess að sinna skattinum og hinn á þessu. Þau horfa á þetta, það er bara fínt að hafa þröskuldinn nógu háan til þess að verja okkur fyrir samkeppni. Þannig að ég held að kerfið byggist upp eins og þú ert að lýsa. Það er bara vegna þess að það er farið að þjóna stærri fyrirtækjunum og allur þessi þunglamali háttur er til þess að verja þau, ekkert eitthvað svona fyrirbrigði sem er í þetta ríki sem ætti náttúrulega bara að vera við. Já. Ég get alveg tekið undir þetta. Þetta er bara það sem við erum búin að vera að ræða hérna. Kannski ættu við að hittast og ræða hvernig við getum endurvakið byggðirnar. Já. Því að það er augljóst að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hefur ekki staðið sig vel. Þau hafa farið með byggðamálin, þau hafa verið ráðandi í öllum landsbyggðakjördæmunum, þau hafa stjórnað sjávarútveginum og landbúnaðinum. Það er bara hrein borgríkisstefna búin að vera hér við lýði og byggðinni, þessars landsbyggðinni er bara að blæða út. Það er bara staðan. Það lítur að vera stefna þessara flokka sem hafa meira og minna farið með þennan málaflokk. Lítur að hafa verið staðan sem við erum í dag. Já, það er gaman ef að fólk út all land myndi rísa upp og bara krefjast aukina valda inn í sitt. Já, við getum talað bara með svo landsbyggðaskatta. Það er nú til dæmis bara flugvallargjöldin eða ekki flugvallargjöldin, heldur bílastæðagjöldin hjá Isavia. Sem að leggst mjög þungt á landsbyggðafólkið sem að hefur hingað til geta bara geymt bílana sína meðan að þarf að fara suður og sækja lækna og þegar að menn tala utanlandsferðir að það kallast ekki grunnþjónusta, nei, en við þurfum samt sem áður, við þurfum að keyra jafnvel 1,5–2 tíma til að komast á innanlandsflugvöllin, fljúga þaðan suður, jafnvel gista þar í eina nótt eitthvað staðar og ekkert allir hafa ættingja annað. Það þarf að koma sér svo út á Keflavíkurflugvöll, þannig að þetta er gríðarlegur kostnaður. Þannig að Verður það ekki betra að hafa innanlandsflug á Keflavíkurflugvelli þannig að þú getur bara farið og það er tengt saman? Nei, ég vil hafa innanlandsflugin nær, það er ákveðið þjónusta bæði gagnvart sjúkrahúsum og öðru og margt sem kemur þar inn í, en svo líka einmitt eins og kílómetragjaldið. Það er nú eitt sem að ég bara
þetta einhver svo alversta hugmynd sem að hefur verið fundin upp að leggja kílómetragjald. Núna þetta komið á rafmagnsbílana. Það verður fært yfir á bara alla almenna, það stefna núna. En þetta bitnar langmest á landsbyggðinni. Og ef við ætlum að fara bara út í að ræða loftslagsmál, ef við eigum að fara út í það, þá þetta að færa rök fyrir því að sko ef að ég þarf að ef að þú situr fastur í umferðinni í Reykjavík. Ég tek strætó hérna. Já, ég nú bara að tala svona almennt. Ég að tala að það leggst ekkert á mig, þetta gjald. Nei, en ég bara að tala það getur verið að við myndum skoða hvert þú þarft að fara að sækja heilbrigðisþjónustu, hvert þú þarft að... Ég að segja það. Ég keyri kílómetrin miklu hraðar heldur en sá sem að situr fastur í umferðinni í hálftíma við að ferðast 5 kílómetra. Þar er þetta menga ég minna, allavega meðan ég er á eldsneytisbíl. Við getum farið út í það og öll grunnþjónusta, skóli, vinna, heilbrigðiskerfi sem nú alltaf verið að færa nær höfuðborgarsvæðinu. Það verið allstaðar að skera niður. Við þurfum að keyra miklu lengri leiðir þannig að við þurfum að borga miklu hærri upphæðir heldur en höfuðborgarbúar og þeir sem eru hérna. Og þetta er ekkert enga veginn réttlætanlegt. Og það í rauninni væri eðlilega að setja á þungaskatt sem voru mikil mistök að taka af á sínum tíma að því að þungaskatturinn, sko þungi bílsins, það er það sem segir til eyðingu vegar. Það er í sko svona þannig að trukkurinn, hann getur eyðilagt eða eytt upp malbygginu á við sko 50.000 fólksbíla. Þetta er svo ótrúlega lína. Hvað þunginn sko, hann er ekki sko jaft hlutvall, heldur það stigmögnun í þessu. Já. En þetta sem þú ert að tala að þetta var meðal annars ástæðan fyrir því að gulvestungarnir í Frakklandi áttu sömuleyti rætur sínar í dreifðari byggðum. Af því að það var mótmæli við svona loftslagsköttum sem að lögðust harðar á þau heldur en fólk sem að bjó inn í borgunum. Sem hluti þetta bændur líka gerðu uppreisn í Evrópu að það er nú bara, það er orðið svo því líka skýrslu kerfið og kröfurnar á bændur að það var eins og einn franskur bóndi sagði að hann þarf að ráða starfsmann, sérstaklega búið, vegna þess að hann þarf orðið að sitja svo lengi bara á skrifstofunni við að fylla út pappíra. Já, þetta er og þetta er að gerast hér líka. Þetta er ekki sko vinstri mennska því að þú veist, við erum hérna á samstöðun og við þurfum að vera fyll út okkur skýrslu fyrir okkur fjölmiðlanefnd sem ég sé bara engan pönt í. Ég sé bara ekki pönt í þessu. Þú veist, að vera að skrifa upp einhverja lista sem að þau síðan raða saman og gefa út eitthvað sem að við þurfum að vinna einhvern veginn skýrsluna fyrir þau. Ég verður ekki alveg tekið þetta. En það er eitt sem hún sagði áðan, sem varst að tala eins og væri hörnandi landsbyggðir og það væri að fólk væri að flytja víða erlendis í borginnar. Og þannig er það náttúrulega. Það er meira afl í efnahagslífi borganna og ég held að bara fólk þegar það er að reyna að skilja allir þess pólitík í Frakklandi og Bretlandi þá verður að átta sig á því að þetta er oft bara orðið svo ólík svæði að kannski París í samanburði við sko dreifðari byggðir. Þetta getur verið sko bara aflið í efnahagslífinu getur verið sko þrefalt í borginni á við annars þar. En sumileyti er þetta ekki alveg hér því að við erum borgríki. Og það er ekki þessi munur til dæmis á sko landsframleiðslu í bænum og út á landi eins og maður getur séð í öðrum löndum. Það er ekki hannig. Og það er svona tilfinning sem ég hef að straumurinn í bæinn, að hann sé eiginlega hættur. Og það sé töluverður vilji á fólk sem að býr hér fyrir sunnan að fara og búa út á landi. En þá kannski lendir það í ýmsu sem við höfum verið að nefna hér. Að það er bara það að starta fyrirtækið eða búskap eða eitthvað er orðið svo erfitt að það er ekki hægt að gera þetta. En það er ekki vegna þess að sko almenningur viljið það ekki og sér búið að tala landsbyggðina svo mikið niður að fólk lítir á þetta sé eitthvað ömurlegt líf að búa út á landi. Ég held að það sé búið. Ég held að núna erum við frekar á því að það sé bara mjög eftirsóknarvert að búa út á landi. Það er svolítið, ég er alveg sammálaður þarna. Það hefur sem betur fyrir breyst en það er líka kannski fólk er búið að fá nóg af þéttingunni hérna á höfuðborgarsvæðinu, það upplifir meira frelsi á landsbyggðinni, börnin bara geta flakkað fram og til baka og það er ekki þetta endalausa skutl og þetta er svona fjölskylduvætna umhverfi oft og mér óar við þessari þéttingu byggða hérna. Skýrar í samstaða meðal nágranna, það er svona ljósara hverju nágranniðinn út á landi? Já, stundum er það óljósara hér? Auðvitað er, já,
það náttúrulega, mér finnst það mjög sko ókvænlegt að vita til þess að fólk finnist látið eftir marga daga og það í fjölbýlishúsi og það hefur enginn vitjað það. Þetta er gríðarlega sorglegt. Svo maður stundum spurður úti á landi bæða ferðamönnum og jafnvel Íslendingum bara, byrju, ertu ekkert einmana hérna? Bara, hvað gerir þið hérna veturnar? Já, ég sæki bara vinnu eins og allir aðrir og ég sagði, veistu það, ég er hvergi eins einmana eins og í þéttbýlinu. Af því að þú getur verið í þéttbýlinu og mætt hundruðum eða þúsundum manna allan daginn. Það lítur enginn þar upp, nei, blessaður, þú hér. Það sérði enginn. Hér í sveitinni sagði ég, þekki allir, alla auðvitað eru kannski kjaftasögur, það eru ríkjar, þú veist, það er alveg svo í borginni, þú veist, það er bara mannlegt. En samstæðan er alltaf einhvern veginn eitthvað bjátar á og alls þar sem ég fer, þú veist, ég hef mitt rými, nágranninn minn er ekki ofan í rúðunni hjá mér. Ég hef ákveðið frelsi, en alls þar sem ég fer hitti ég alltaf einhverja sem ég þekki. Búðinn eða bara mæti bílnum og þú veist, maður er umkringdur fólki sem maður þekkir og þannig að það er félagsskapur í því að vera í umhverju þar sem að svona flestir þekkja alla eða svona vita til manns og þannig að þetta er gott umhverju og það er náttúrulega, maður finnur það alveg, að fólk vill orðið leita enda maður sér Selfoss, það hefur blásið út og vonandi heldur það áfram austur. En það er einmitt eins og þarna sem þú segir, það sem kemur í veg fyrir aukna búsæld og að ungt fólk geti flutt, það er fjölbreyttar atvinnulíf og það sé auðveldara fyrir fólk að starta einhverju. Það er svo ótal margir með svo flottar og góðar hugmyndir, bara hugmyndaríkt, en það vantar alls stuðning. Það er ekkert, það vantar allt þetta umhverfi. Og kannski svona umræðum það bara hvers svona samfélag við viljum byggja upp. Það eru dreifðari byggðir og svo borgin að við getum lent í því að búa til samfélag sem að tekur vannkostina af hvoru tveggja. Af svona fjarlægð á milli fólks sem er í borginni og kannski svona að vera að svona stundum getur þorpið sko heft fólk að það að verða færið ekki að vera einstaklingur, það er svona góðsögnin það. En við höfum náttúrulega erum núna með tækni og svona samgöngur og fleira þannig að við ættum raunverulega að geta búið til sko samfélag sem að nær kostunum af hvoru tveggja. Það var fleiri valkosti sem að borgin býður upp á en meiri nálægð á milli fólks og meiri að segja hvernig nærsamfélag okkar þróast. Auðvitað er það þannig og þegar maður býr í dreifbýli þá veistu að þú hefur ekki, barnið þitt hefur ekki marga möguleika á íþróttaiðkun en það er bara eitthvað annað sem kemur í staðinn sem þarf að vera og auðvitað það er jákvætt og neikvætt á öllum stöðum en það sem að mér finnst kannski að vera orðið rosalega neikvætt hér á höfuðborgarsvæðinu að það er að sjá þessa ofboðslegu þéttingu á byggðum og þá erum við bara komin út í að tala um lýðheilsu og bara andlega líðan fólks að þegar þú ert endalaust að gera út af við græn svæði að það er allt orðið svo steriliserað að þetta að mínu mati eykur ennþá meira á þú ert að auka skuggamyndun í hverfum það sem að sólina er ekki og sérstaklega það sem að við nú hér á Íslandi þurfum á hana að halda Ert þú ekki alveg upp í Brjaldi? Jú. Það er nú semmilega þéttbýlt. Já. En það var öðruvísi. Það var öðruvísi. Það er öðruvísi byggt. Þá eru líka háu húsin byggð upp á hólnum. Já. Og lægri það niður. Já. Skúlagötu er þetta orðið og þá eru sko ríka fólki kaupir útsýnið. Það er fremst. Tekur allt. Og hinn sér ekki neitt. Já og nýju hverfin hérna niður í Vogunum hérna. Já. Og þetta, þetta er svo þétt að það er engin áhersla lögð á... Valskverfið þarna í Hlíðarenda. Já, þú getur rétt kaffibollaðin yfir og beðið nágrannanum hérna sölunum. Sem að þykir nú rómatískt við Miðrahafið í þröngu götunum þar. Já, það er líka, það er öðruvísi byggðir þar og kannski meiri sól þar alltaf áriðin kring. Þar getur fólk haft þvottasnúrur á milli í götunni. Já, ég veist ekki að veðrið á Íslandi myndi ekki vera mjög hagkvæmt slíku hér, en þetta er allt saman Já, við þurfum að ræða meira um það hvers konar samfélag við viljum byggja upp bæði og ég meina Íslandi í heild sem að ég held að sé frekar núna þetta þessi rígur á milli þéttbýlis og
landsbyðar, ég veit ekki hvað hann er hann er skiljanlegur kannski á 20. öldinni, mikið fólki að flytja suður Mér finnst samt þessi rígur hann hefur dofnað. Það ekki? Já, ég held að við höfum takið það er ekki þessi þetta svona algjöru skil á milli. Ég held að eins og þú segir, fólk er farið að leita út fyrir höfuðborgarsvæðið, það er búið að fá nóg af þessum vandamál hér og bara talandi bara eins og leikskólamál og það er bara orðið erfitt á höfuðborgarsvæðinu ofta að eiga fjölskyldur og húsnæðið er náttúrulega alveg komið upp úr öllu valdi, sérst húsnæðiskostnaður og það er ástæðan fyrir að fólk er farið að leita út fyrir og þá það veldur því kannski að fólk allt í einu vakna. Það kannski byrjuðu þeir fyrstu á þessu bara af neyð, bara við getum þetta ekki, við ætlum bara að fara hér annað, að þá vaknar kannski fólk upp við það. Hei, þetta er kannski bara magnað að búa hérna og það smitar út frá sér. Það vonum við. Ágústa, takk fyrir að koma hérna í Bæjarfirðinni við hérna Rauðaborðinu og spjalla svona, svolítið stöðu bænda og landsbyggðarinnar. Gaman að tala við. Sömuleiðis, takk bara fyrir að bjóða mér. Takk. En ég ætla að sitja hérna eftir og reyna að skilja þetta samfélag betur sem við lifum í, heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.